Stjórnendur hjá Byr og Sparisjóðnum í Keflavík skiptust á mörg hundruð milljóna króna kúlulánum til að kaupa stofnfjárbréf í sparisjóðum sínum. Lánin voru veitt til einkahlutafélaga í þeirra eigu. Byr og Sparisjóðurinn í Keflavík veittu einkahlutafélögum í eigu stjórnenda sparisjóðuna 100 milljóna króna kúlulán til kaupa á stofnfjárbréfum í þeirra eigin sjóðum. Bréfin sjálf voru sett að veði. Tap sjóðana vegna þessa nemur 800 milljónum króna. Tvö einkahlutafélög í eigu lykilstjórnenda hjá Byr Sparisjóði fengu ríflega 116 milljóna króna kúlulán hvort árið 2007 hjá Sparisjóðnum í Keflavík til kaupa á stofnfjárbréfum í Byr. Lánin voru veitt með eingöngu stofnfjárbréfin sjálf að veði. Félögin eru CHE ehf og CKL 68 ehf. CHE var í eigu Karls Hemmings Erlingssonar og eiginkonu hans, en Karl fyrrverandi sparisjóðsstjóri hjá Sparisjóðnum í Kópavogi og gegndi stöðu framkvæmdastjóra fyrirtækjasviðs hjá Byr þegar lánin voru veitt. Karl bar ábyrgð á öllum lánveitingum Byrs yfir 100 milljónum króna, en hann lét af störfum hjá sjóðnum í byrjun árs 2009. Félagið CKL 68 var í eigu Ingólfs Vaff Guðmundssonar, fyrrverandi aðstoðarsparisjóðsstjóra í Kópavogi, en hann var framkvæmdastjóri verðbréfasviðs hjá Byr þegar umræddar lánveitingar áttu sér stað. Athygli vekur að endurskoðandi félags hans var eiginkona Karls Hemmings, en Ingólfi var sagt upp störfum hjá Byr á fyrrihluta árs 2009. Einkahlutafélagið Miðvörður ehf fékk 590 milljónir króna að láni hjá Byr til stofnfjárkaupa í Sparisjóðnum í Keflavík svipaleyti og aftur voru stofnfjárbréfin ein að veði. Félagið var í eigu Garðars Más Njúmann, lykilstarfsmanns hjá Sparisjóðnum í Keflavík, Þrastar Leóssonar, forstöðumanns fjárstýringar hjá Sparisjóðnum og Kristins Ágúst Ingólfssonar, starfsmanns á verðbréfasviði. Garðar tók við sem forstöðumaður fyrirtækjasviðs hjá Sparisjóðnum tíma eftir umrædd viðskipti en var sagt upp störfum í desember. Þresti Leósinni var sagt upp í nóvember. Kristinn Ágúst starfa nú hjá SPKF Sparisjóði sem reistur var á rústum Sparisjóðsins í Keflavík. Samkvæmt heimildamönnum fréttastofu ríkti mikil óánægja á meðal starfsmanna sjóðana þegar uppkomst viðskiptin. Fimmmenningarnir voru sakaðir markaðsmisnotkun og fyrir að veita lán gegn mjög hæpnum veðum. Lán sem öðrum stóðu ekki til boða. Þá ráðluðu þeir viðskiptavinum sjóðana að fjárfesta í stofnfjárbréfum á sama tímabili sem margir hverjir keyptu í eigin nafni á meðan þeir sjálfur höfðu viðskipti sín á milli í einkahlutafélögum og bera þar af leiðandi ekki persónulega ábyrgð á lánunum. Tap sjóðana vegna umræddra lánveitinga nemur 800 milljónum króna, en bæði Sparisjóðurinn í Keflavík og Byr fóru í þrot með tilheyrandi tapi fyrir stofnfjáreigendur.